Hello, everyone. Welcome. My name is Chris Backus. I'm the Transformation Sensei with the Virginia Mason Institute. It was my pleasure to serve as the workshop leader for the first Rapid Process Improvement Workshop here at Akureyri Hospital. I'll explain a little bit about the meaning of what an RPIW is. I just wanted to start with a little context on what an RPIW is versus the 3P that we had last July. So we set a new vision for both ward space and process flow with the 3P. And then once we have the vision, then we begin marching forward with incremental improvements. Even before we start construction, we can change process. And so really that's what this week was about, is the first RPIW that allows us to begin making changes and be ready for new space when the new space becomes available. So part of an RPIW, we focus on a small piece of the process, and we make the size such that we can do some work and actually put things in place within 30 days of the workshop, so that at 60 days, we can measure to say, is it better? Have we learned anything? What do we do with that learning? And then at 90 days, remeasure to say, is the process we put in place a reliable process? So then at the 90-day mark, you begin looking for the next opportunity to build on that improvement. It's this mindset that we call a Kaizen mindset. So we learned from Toyota and applied that thinking to healthcare starting back in 2002. And we've been for 16 years really taking what does process improvement, lean methods in healthcare really look like? And it's this idea that an RPIW, or Rapid Process Improvement Workshop, is built on the Kaizen principle, or a continuous improvement model. So Kai is to analyze and understand, to dissect a process, really identify it and define it for what it is. And then Zen is to make small changes that actually build one after the other after the other. So one thing you'll realize is, from focusing on the work of this week, we've uncovered many opportunities for future work. And that's exactly what you want to do with Kaizen. You do something to learn for the next, to see the next. So prior to this week, we had time where we prepared, we looked at process, we formed our request, we built our team, and then afterwards, as I talked about, we'll have remeasurements and continue the learning. So the entire process is a very long process, and it's not just sit in a room for 5 days and think about what could be better. It's understand the current state, identify opportunities for improvement, make some changes, and then learn from those changes. So it's a much longer cycle. And so the team is very excited to share their learning with you. We invite you to listen for our part of the presentation, and then when we've concluded, we'll still have time before noon for you to mill about and ask questions of the team. So for now, we invite you to just sit back and listen and hear and hopefully be a little bit inspired. Thank you. Thank you, Chris. Já, góðan daginn, ég heiti Hildigunnur, fyrir þá sem ekki þekkja mig, og ég umsjónaraðili þessu verkefni ásamt henni Alice, sem framkvæmdastjóri hér á lyflækningasviði. Og við hafðum sem sagt svona veg og vanda því að undirbúa þetta verkefni, koma þess í gang og sjá til þess að þessi hlutir eru gerðir. Og við getum ekki annað sagt en að við séum afskaplega ánægð með hvernig hefur gengið hingað til og sátt við þennan undirbúning. Þannig ég vil náttúrulega byrja að þakka öllum sem hafa komið að þessu verkefni og raunir við ykkur líka fyrir að koma, og við bara, eins og ég segi, þetta er bara rétt að byrja, þetta er bara fyrsta varðan af mörgum í þessu ferðalagi sem við erum að fara í, tölum bara aðeins meira en það síðar. En það sem við höfum verið að gera og ættum okkur sem sagt að vinna áfram með að skoða flæði sjúklinga frá því að þeir innritast á bráðamóttöku og þar til að þeir eru tilbúnir til innlagnar á lyflækningadeildina. Það virkar ekkert mjög flókið í upphafi, en þetta að vissu nátt mjög flókið og þið eftir að sjá það betur og eftir. En við undirbúning á því verkefni kom í ljós mjög mörg atriði sem að þörf var á að laga, eins og varðandi biðtíma sjúklingsins inn á deildinni, skilgreining og hlutverkum starfshópa, flæði sjúklingsins, fyrirmælablað, lækna og svo framvegis. Og það sem kom líka í ljós í undirbúningi var það að sjúklingar þeir dvelja misst lengi á bráðamóttökunni og það mjög erfitt að henda reiður og ástæður þess.
Við gerðum mælingar sem leiddu í ljós að sjúklingar biðu í alltaf 8 klukkutíma á bráðamóttökunni. Notabenni það bæði í þessum mælingum, ég veit að það bæði styttri tími og lengri tími til, en þessar mælingar sem leiddu í ljós mislanga biðtíma, en miðað við fjölda sjúklinga sem fer í gegnum bráðamóttökuna og fjölda fólks eða þann manni sem við höfum á staðnum, þá ættum við að geta gert þetta á styttri tíma og svona cirka 3,5 til 4 klukkutíma, frá því hann innritast og þangað til hann tilbúinn til innlagnar, bara muna það. Þannig að í ljósi þessa var talin þörf á að greina betur þessa ferla með tilliti til mats á sjúklingunum, fyrirmæla læknis og biðtíma, ákvörðun innlögn og hvenær sjúklingurinn er tilbúinn til innlagnar. Nú þessar mælingar, eins og ég sagði þarna, sem voru gerðar á ferli sjúklingana, þá getum við gert ráð fyrir þessu baseline sem grunntíminn 257 mínútur og þetta svona útreikningur sem við fórum í gegnum hérna. Þetta rétt 4 klukkutímar. En okkur fannst þegar við erum að skoða þetta, við hljótum að geta gert betur og settum okkur það markmið að þetta flæði skildi ekki taka lengur heldur cirka 130 mínútur. Rúma 2 tíma frá það sjúklingurinn innskrifaður og þangað til hann kominn inn, tilbúinn til innlagnar á lyfjangadeildinni. Þannig að það eitt af okkar markmiðum til umbóta, en það ekki bara það sem við ætlum að gera heilmargt annað. Við ætlum að horfa á hvernig við getum lagað flæði með tilliti til samskipta, hlutverka starfsmanna, því það var komið ljós náttúrulega að þau eru svolítið svona fram og tilbaka, og og skilgreiningu því hvenær sjúklingurinn er tilbúinn til innlagnar á lyfjangadeildina. Þannig við ætlum að prófa þetta, við ætlum að mæla þetta og við ætlum að innleiða breytingar, en við þurfum líka náttúrulega að horfa á það sem miður fer svo við getum lært af því og það þessi svokallaði defects hérna. Þannig að þar erum við að horfa á fjölda sjúklinga sem koma á lyfjangadeildina en eru ekki tilbúnir og það skapar önnur vandamál. Og í þessum grunnmælingum sem voru gerðar í undirbúningstímanum, þá voru 3 af 7 sjúklingum sem voru ekki tilbúnir. Það bara töluvert, 43% af sjúklingunum voru ekki tilbúnir. Þetta eitthvað sem við viljum laga og markmið okkar að sjálfsögðu þetta verði fullkomið. Takk. So the team first began learning some of the tools and methods before they started, because what we do for improvement, we want to make sure we measure against the way it is today. So we learned about waste. And we put the definition of waste as things that are valuable from the patient's perspective that also reduce burden of work on the staff. Once we had this understanding of these 7 wastes, we actually took the waste diagrams out to where the work occurs or on the Gemba where the work is occurring by people serving patients and identified opportunities. Just a quick look to build our skill at seeing waste or burden of work for staff and burden of experience for patients. Once we did that, we actually mapped out a current state process. You see it back on the wall there, and this is the steps across the top are the patient steps in the patient experience. All the Post-its down the side are all of the team members who do something to move a patient from their arrival in the ER to being ready for admission on the ward. And all of this is the work of those teams as they share information. Where you see red lines on the process flow chart, that's where the communication isn't reliable. Maybe it's broken, or maybe it's just extra effort. The communication, maybe some rework. And then on the Post-it notes where you see an exclamation mark, those are the challenges and the barriers in the current state process. So with this understanding of waste, and the current state process for the way it is, the team began to generate ideas using a PDSA format, identifying the area of focus, what the problem we identified either in our waste walk or in the process flow, what idea does that team member have, and then how would we know that it's better? What's the result you expect? What could be measurable? And then a before and after picture just to make sure that people understand our point of view. Because of the ideas that were shared by the team, we formed 3 teams to focus on this improvement. The first team was to declare a new definition of what ready meant across all teams, because each team had its own definition of ready. Improving communication between team members across both the ER and the wards, and then also what is the new process where this new communication and this new definition of ready
can be best used. So the team's pretty excited to share how they can smooth the flow for patients and reduce burden of work for the staff. Okay. Já, ég heiti Kristín og ég hjúkrunarfræðingur á bráðamóttökunni og tilheyri þessu teymi það hvað það þýðir að vera tilbúin út frá sjónarhóli okkar og svo sjúklingsins. Af því að við fáum svo ótrúlega oft þessa spurningu eftir hverju ég að bíða. Skjólstæðingar okkar vita ekki af hverju þeir eru að bíða og hvers að vænta. Og þá bjuggum við til einhvers konar stöðublað sem við ætlum að hafa við í rúm sjúklingsins. Þannig að þegar hann kemur inn á stofu til okkar, þá kvittum við fyrir með nafni sem sagt. Við erum búin að taka ýmsar upplýsingar, það búið að forgangsflokka sjúklinginn og svo kemur læknir og hann kvittar fyrir, kemur aðstoðarlæknir, hann kvittar fyrir með sínum stöfum og svo kemur jafnvel sérfræðingur og hann gerir það líka og svo skráum við hvenær við tökum blóðprufur og sjúklingurinn getur þá séð hvers að vænta, hversu lengi þarf ég að bíða frá því að blóðprufum pöntuð og þangað til ég get vænst þess að fá einhverja niðurstöður. Og þannig getum bæði við sjúklingurinn og jafnvel aðstandendur fylgst með að þetta búið að gera fyrir viðkomandi sjúkling og nú hann tilbúinn til þess að fara áfram. Hefði já, þegar við fórum að skoða þetta allt saman, fyrirgefið, Sólu veit ég, hjúkrunarfræðingur lyfjadeildinni. Þegar við skoðum þetta aðeins, tókum við eftir það ekki þessi sammála hvað að vera tilbúin. Hvorki lyfjadeildin eða þá þessi sem vinna á bráðamóttökunni. Þannig við komum að skoða það betur og oft vantar fyrirmæli líka inn á sjúklingana þegar leggjast inn. Þannig við byggum til svona gátlista sem var náttúrulega margar blaðsíður í byrjunum hefur aðeins list. Þetta ekki tæmandi lista sjálfsögðu, en þetta getum við notað og við erum búin að skipta þessu sem læknir notar og svo hjúkrunarfræðingur. Þannig að maður merkir sér bara í það sem maður búin að gera hverju sinni. Það auðveldar öllu vinnuna. Hér komið inn eins og læknirna, lyf komin í therapy, þetta svona helstu, ekki þess að þetta nokkuð endalaust, fyrirmæli tilbúið. Þannig að allir sjá hvað eftir að gera, þannig að skjólstæðingur klár. Þetta einfalt, við kvittum bara undir þegar við erum búin að gera sem að gera. Og núna í byrjun ætlaði að biðja hjúkrunarfræðinga bráðamóttöku að stöðublað sem Kristín kynnti að spyrja skjólstæðingana, þið ánægð með blaðið eða ekki, trygga hvort þú notaði eða ekki. Þetta komum við bara í að byrja að nota þetta, sín í gær. Og já, ég held að vera bara mjög skýrt. Já, og síðasta vandamáli sem við reyndum að taka á það að þessi fyrirmælablöð sem við erum ennþá að nota, að sjálfsögðu viljum við þetta verði ráðið. Það ekki að fara að gerast alveg á mánudaginn en við komum einhverju í framkvæmd strax þá. Og það að þessi fyrirmæli séu skýr og sé tekið afstöðu til þess sem þarf að taka afstöðu. Þannig að við byggum til svona staðla fyrirmælablað þar sem maður þarf að merkja í þessa reyti og þetta neyðir okkur til þess að hugsa til dæmis strax í upphæði. Augljóst að við þurfum að fá félagsráðgjafa inn í máli bara strax á fyrstu stigum. Svo annað sem við erum til dæmis ofta ordinera monitor þegar við meinum telemetri, þarna verður að velja annað hvort. Og svona fleiri atriði. Svo frjáls hægt að skrifa önnur fyrirmæli fyrir neðan til dæmis blóðgjafir eða eitthvað slíkt. Og svo þegar sjúklingurinn er kominn inn á deild þá bara hægt að snúa blaðinu við og halda áfram með fyrirmæli, seponera fyrirmælum, gera ný fyrirmæli og svoleiðis. No question. Bara spurningur eftir bara að fáum að fara í gegnum þetta. Já, ég heiti Kristín, fórstu hjúkrunarfræðingur á bráðamóttökunni. Kom aftur þessu blaði sem að Kristín tók áðan. Þetta var eiginlega það sem gerðum við upphaf í byrjun vinnunnar og sem að leita okkur ákvæm hvaða sem ákvæm gerir framhaldinu. Þannig að við tókum bara ímyndaði sjúkling sem kæmi gegnum móttökuna og væri að fara að leggast inn á lyfjadeildina. Tókum alla þá heilbrigðisstarfsmenn sem koma einhver leiti einhvers staðar að meðferðarsjúklingsins hvers sem það í ferlinu. Og þetta byrjar svona frekar svona smúð. En svo sá að það fór lífa lengra ferli að það sömu einstaklingarnir að hringja mörg símtöl út allt fram og tilbaka ferlinu eða það voru margir einstaklingar að hringja á sömu staðinn til að leita sömu upplýsingunum. Þannig að við sáum að við erum einhvern einfalda ferli. Þannig að þetta alveg sem við ákváðum að gera svona til að einfalda samskiptin og mikið þessum punktum nú þegar við komin inn á þennan gátlista sem sá áðan að við setjum upp þannig að vaktstjóri bráðamóttökunnar, hann eiginlega svona stjórnar flæðinu deildina, hann svona verkstjóri bæði fyrir unglækna og hjúkrunarfræðinga
Við viljum semst einfalda þessar boðleiðir, þannig að þú ert að fara alltaf bara í eina átt, þú ert ekki að fara fram og tilbaka í ferlinu, fækka símtölunum, við höfum haft staðalega verklag og svo settum þeim líka að legudeildin, þessu tilfelli lyfjadeildin, hún látið vita, því við vitum í snemma ferli hvort einstaklingur leggst mjög líklega inn eða ekki, þannig að þá deildin látið vita, þannig að þær geta byrjað að undirbúa sig, þannig að það kannski býður sjúklingur styttri tíma á deildinni eftir að búið að segja að hann er tilbúinn. Síðan kemur vaktstjórinn til með að fylgjast með niðurstöðum rannsókna eins og blóðprufu, röntgen og safna þessu upplýsingum saman og láta aðstoðarlæknir fá þegar þetta er komið í stað fyrir hann sé alltaf að leita aftur og þannig eyðir svo miklu tíma. Og síðan ætlum við að hafa þannig að við gefum rapport í síma á milli deilda. Annaðhvort vaktstjóri á bráðamóttöku eða hjúkrunarfræðingur gefur rapport til vaktstjóra á lyfjadeild, þannig að þá getur svo sem lyfjadeildin ákveðið hvort að hjúkrunarfræðingur kemur og sækir eða hvort þetta senda sjúkraliða annar starfsmann til þess að það er komin alltaf að sækja til ykkur sjúklingana. Og það sem við endurum með, og þólir endurskoðun, er þetta verklag og flækjaskema hér. Það sem við erum að gera hér, við erum reyndar að gera það sama og við höfum alltaf gert. En við erum bara búin að taka burtu truflanir og endurtekningar. Það er það sem fólk kvarta mest yfir. Truflanir og endurtekningar getur ekki einbeitt sér hverju verkefni. En það sem við gerum, við erum búin að setja upp afmörkuð og skilgreint þrepið verkefni og það skulle byrja á því að fylgja einum sjúklingi í gegn. Að sjúklingurinn kemur á móttöku og ritari skráir hann inn 5 mínútur á það að taka. Það sem er vandamálið er náttúrulega tíminn á milli, en 5 mínútur á það að taka fyrir ritarinn að skráða inn. Sjúklingurinn dúkkar upp á töflu og vaktstjóri segir hvaða hjúkrunarfræðingur á forgangsflokka þann sjúkling. Sjúkrunarfræðingur á að taka 10 mínútur í að forgangsflokka eftir að sjúklingurinn komin inn. Hjúkrunarfræðingurinn fer síðan og segir við vaktstjórann, ég er búinn að forgangsflokka Gunnar og vaktstjórinn ákveður þá hvaða hjúkrunarfræðingur verður hjúkrunarfræðing þess sjúklings það sem eftir og sem það er forgangsflokkunarhjúkan og vaktstjórinn segir þá við unglækni sem kemur og spyr hvað á ég að gera næst og þeir farðu og talaðu við Gunnar og stofu 1. Það sem gerist þá næst er að unglæknirinn fer og skoðar sjúklinginn, tala við sérfræðing, tekur sögu og skoðun, tala við sérfræðing, samansetja þeir upp áætlun rannsókn og meðferð, unglæknirinn fyllir í alla röntgenbeiðnir ef það þarf, fyllir í alla blóðprufur ef það þarf og skráir sögu og skoðun og plan niður hér, þannig að hann þarf ekki að muna það. Komum við því seinna hvort að það verður rafrænt eða hvernig það er gert. Þegar þetta er búið, þá fer unglæknirinn til vaktstjóra og segir ég er búinn að tala við Gunnar, ég er búinn að skoða, ég er búinn að panta prufur, það eru þessar prufur sem ég pantaði og það á að gera þetta. Og svo lítur hann ekkert á það sjúkling aftur fyrir en að vaktstjórinn segir honum að gera það þegar öll svör eru komin. Hálftíma tekur þetta. Og svo tekum við tími þar sem við erum að bíða til niðurstöðum rannsóknum, þá reiknum við með það að blóðprufu taki 30 mínútur, ef TNT er með þá tekum við það 45, myndgreiningar bíða á að vera 45 og vaktstjóri fylgist með þessu, þannig að hvorki hjúkrunarfræðingurinn í unglæknirinn er að fylgjast með því hvort þessi svör séu komin. Vaktstjórinn fylgist með því og þegar svörin eru komin, þá segir við unglæknirinn, nú eru svörin fyrir Gunnar komin, og þá fyrir unglæknirinn að gera endurmat, tala við sérfræðing, 10 mínútur á það að taka að undirbúa það hvort að sjúklingurinn leggist inn á grunni þeirra svara. Eftir það fer hann til vaktstjóra 9 og segir þessi sjúklingur leggst inn og þá fær hjúkrunarfræðingurinn og unglæknirinn þau fara bæði af stað að undirbúa innlögnina og þeir eru búið að fylla í checklistan að þessi tilbúin, þá er annarkvæmt vaktstjórinn að hjúkrunarfræðingurinn tala við deildina. Ef það kemur í ljós mjög snemma, það eru 99% líkur að þessi sjúklingur leggst inn, við vitum það oft, þá lætur vaktstjóri deildina vita snemma, það er sjúklingur sem að öllu líkundum leggjast inn. Það sem að unglæknirinn gerir er tvennt. Hann er annarkvæmt upptekinn í 30 mínútur eða í 10. Þannig þegar unglæknirinn er búinn hér, þá fer hann að tala við vaktstjórann og segir hvað á ég að gera næst. Og þá segir hann vaktstjórinn, taktu nýja sjúkling, þennan hér, eða prufurnar frá sjúklingin fyrir klukkutíma síðan eru komnar, taktu hann. Þannig að unglæknirinn vinnur í ró og næði í hálftíma og 10 mínútur er aldrei truflað nema hjartastopp komið inn. Svo er næsti hópur fór yfir flæðið á þessum einstöku þrem.
Komið sæl, gaman að sjá okkur svona mörg hérna. Ég heiti Pálmi, ég er forstöðulæknir á bráðamóttöku. Ein setning bara, það búið að vera mjög skemmtilegt að vinna þessa viku. Það er ofboðslega gott að fá svona góðan hóp með sér úr ýmsum áttum og geta einbeitt sér að ákveðnu verkefnum. Sem sagt við vorum hérna 4 í þessum svokallaða flæðihóp. Þetta auðvitað tengist allt, sko, þetta svona Gunnar var búinn að fara hérna yfir flæði og þetta er þetta svona allt sami hluturinn. Við sem sagt svona teiknuðum upp flæðið í heild sinni og fóru svo svona yfir nokkra þætti þar, tæknilegs eðlis og annað. Ég ætla nú bara að byrja á sýningu svona skissuna sem við fórum eftir til að byrja með. Þetta er bara sjúklingurinn kemur, hann er innritaður, trías, skoðaður og svo þessi ákvarðanataka og svo ferlið heilt og svo athugasemdir sem við gerðum og við þau ætlum svo að fara yfir svona nokkra þetta er ekki alveg tæmandi en svona helstu hluti sem við pikkuðum út í hverju þrepi fyrir sig. Já, Hulda Rafnsdóttir heiti ég, geðstjóri hérna, sjúkrahúsinu. Við heimsóttum móttökuna og fórum svona yfir skráninguna þar. Það sem okkur finnst mikilvægt er að halda okkur innan tíma ramman sem að Gunnar sýndi frá áðan. Og þá er hérna fyrst og fremst að samræma skráninguna og einfalda ef hægt er og forðast að skrá það sem er kannski verið að skrá í næsta skrefi, í það sem er forgangsmörkunin. Þannig að við sáum til dæmis að við getum hérna tekið út ónæmisskráningu sem er verið að skrá hér í forgangsmörkunin, þannig að það var svona okkar greining að það sé bara verið að skrá nákvæmlega sem þarf að skrá í þessu skrefi. Svo sáum við að það þurfa að vera skýra verklagsreglur, sérstaklega varðandi þær skýmanir fyrir sýningarvörnum sem við þurfum að fylgjast með. Þannig að við séum bara að gera það sem við þurfum að gera í þessu skrefi og ekki endurtekningar það sem við mögulega gerum í forgangsflokkunum. Og við sáum okkur geta nýtt okkur hérna S-bar sem við erum að innleiða núna á sjúkrahúsinu sem er bara samskiptatækni og rammar betur inn okkar samskipti og þar kemur líka inn á tíma þannig að við séum að samræða bæði varðandi hvað við erum að skrá og það sé innan ákveðins tíma því að eins og kom fram áðan viljum forgangsflokkum taka sérstaklega ástand tíma og svo er mikilvægt upp á öryggi sjúklingsins að við séum með einhvers konar tryggingu að gátt það sem að við séum að skoða það sem á að fara fram í forgangsflokkum og sé lokið eins og til að mynda er að setja kennipunkt á alla sjúklinga. Já, góðan daginn. Elvar Örn Birgisson heiti ég og er forstöðugeislafræðingur á myndgreiningu. Ég tek nú aðeins fyrir myndgreininguna kannski í þessu og hérna það þættir sem eru hér, svo bráðamóttöku verði sinnt ákveðnu lækni. Í dag er það þannig að það er einn læknir sem sér tölvusneiðmyndir, einn ómun, einn röntgen. Þannig að þetta skiptist á marga lækna gagnvart bráðamóttöku. Þannig að stefnan er á að það sé einn ákveðin læknir sem sér þennan sjúklingahóp af því að hann er líka í ákveðnu forgangi. Að geislafræðingar láti vita af beinum ef hann er fjarverandi þessi læknir. Þetta snýr reyndar svolítið mikið að bara á milli stétta, aðstoðar geislafræðinga og röntgenlækna að þeir séu meira meðvitaðir það að stigið á undan og stigið á eftir að því sé lokið eða klárað eða fylgt eftir. Þannig að við séum ekki bara að fókusera á okkar hóp. Tímaskráning bráðamyndgreininga. Í dag er röntgenlæknirinn ekki meðvitaður það hvenær rannsókn var lokið. Þannig að hann sér ekki hvort að það sem hann var að lesa úr, það bíða ykkur 4 beiðnir. Hann sér það ekki hvort það sé búið að bíða í henni verið lokið fyrir mínútu eða klukkutíma. Þannig að við ætlum að reyna að bæta þessu bara strax inn í næstu viku. Lágmark að bíða til bókunum. Í dag er verið að bóka hefðbundnar röntgenrannsóknir í afgreiðslu á bráðamóttöku og á 2 svæðum hjá okkur, tölvusneiðmyndir og segulómun annars vegar og svo ómun hins vegar. Við ætlum að hafa þetta meira þannig að það séu meðvitaðir hvað hinn er að gera þannig að ef það er komin óeðlileg bið þá láta þess að svita eða bóka og klára það. Þannig að það sé ekki bara ekki svona einingaskipt lengur. Það er vinna meira saman. Síðan hérna varðandi niðurstöðurnar. Hægt er að setja skjá til bráðabirgða sem sýni stöðu myndgreininga. Þetta við komum aðeins að þessu áðan að hver og einn unglæknir er ekki að fara 10 sinnum að tjekka bara á þessum eina sjúklingi. Er komin niðurstaða, er eitthvað búið. Þá ætlum við að reyna að setja þetta upp á eitt skjá, skjárinn er til og allt það. Þetta verður þessi skjá sem er hjá vaktstjóra.
þá hefur hann yfirleitt á einu svæði yfir alla myndgreiningar hluta bráðadeildar sjúklinga. Þannig að sjá þeir búið að senda beiðnina, búið að bóka, búið að gera rannsóknina, búið að lesa. Og þetta bara einu svæði. Og möguleikin meira að hafa þetta við hliðina á skjáborðinu ykkar, deildavakkanum. Það verður bara yfirlit yfir allt sem fer yfir á bráðamóttöku. Vonandi getum við þetta yfir á rannsókn líka. Og þetta var búið að koma þess að áðan vaktstjóra. Hann fylgist með niðurstöðunum og miðlar áfram, en vonandi verður þetta bara þannig að allir getur bara að sé þetta. Þetta bara in your face. Já, Þóra Ester heiti ég, forstöðuhjúkrunarfræðingur og lyfjalækningadeild. Samskipti milli deilda, eins og búið að koma fram áður að það vaktstjórinn á bráðamóttöku sem lætur vita líklega innlögn og það mjög gott til þess að vaktstjóri á lyfjalækningadeild geti undirbúið og fylgst með. Og svo sem sagt þegar þetta komið eins og ég nefndi á hana, þá verði símarapport, bara mjög gott símarapport og þá getur hver sem og vonandi einhvern í framtíðinni bara einhverjir flutningsmenn komið með sjúklinga fram og tilbaka. Og svo sem sagt það framtíðarsýnin okkar vegna þess að það ekki víst að við ætlum bara akkurat að hætta nákvæmlega á þessum tímapunkti, heldur viljum við gera eitthvað meira sem kannski innifelur ekki akkurat í þessu verkefni. Og við myndum gjarna vilja sjá í framtíðinni einhvers konar svona kiosk eins og það við séð á flugvöllum, þar sem fólk getur bara sett inn sína kennitölu og sem að koma eins og í endurkomu eða myndrannsóknir eða sérfræðimóttöku eða eitthvað svoleiðis. Og það auðveldar og minnkar vinnu fyrir þeir sem móttöku á bráðamóttökunni. Og sjúklingur, við viljum gjarna sjá það í framtíðinni að sjúklingur geti bedside, skráð upplýsingar sig, hvort sem það inn í heilsuveru eða hvað, sem að auðveldar vinnu hjúkrunarfræðinga og líka eins og til dæmis aðgerðaskrár sem að koma aftur í rafvendingar og þeir geta þá fyllt bara sjálfur jafnvel inn í það. Nú, við viljum gjarna sjá innleiðingu á þerapí á bráðamóttöku að það séu allir að skrá í þerapí, all lyfjagjöf sé sett þar inn, hjúkrunarfræðingar í bráðamóttöku sitji þar inn. Nú að staða á blóðprufum og staða á myndgreiningu komi fram í deildavaka, það að segja búið að senda, komin hlutarsvör, komin fullsvör að þetta komi inn í deildarvaka á sem sagt bráðamóttökunni. Deildarvakið þyrfti að koma á myndgreiningu og geri það væntanlega það sem að kemur fram svona þættir í forgangsröðuninni og tímastjórnu sem að Elvar var búin að minnast á áðan. Og svo viljum náttúrulega gjarna sjá það í framtíðina fyrirmælablað verði rafrænt eins og við vorum búin að segja. So the team has shared a lot of work, and we, again, will invite you to discuss with them after we're done, but how do we go from this idea to implementation? And we use a tool called the newspaper. It's the daily at a glance news of where are we with the implementation. And again, the goal being making things go in place within 30 days. So this is how they'll measure. There were also targets that we talked about at the beginning, and they'll have this tool, the Target Progress Report, and they'll have to be reporting back to me, how are they doing at 30, 60, and 90 days, and what are we learning? Because the importance of going and seeing is to learn what's working and what needs adjustment. And then at the 90 days to say, what's next? What can we do going forward? The parking lot, there are many ideas that just seem to be ripe for opportunity, but not appropriate for our scope. So once, it's not about doing everything right now, it's about doing important things now, and then getting to other things later. And that's what the parking lot is. Now they have a shopping list of opportunities that they can go to once this is in place. What are some other opportunities that we can pursue? So each team has one of these. This is just an example. We had many lessons learned this week. The number one point that kept coming back was the importance of teamwork, sharing a problem, sharing opportunities. One team can't solve a problem that then creates another problem for the next team in the process. The patient goes through the entire process, so focusing on the patient to determining what's the best for them and then making it great for us. Keeping it simple, having the time to focus on improvements, very important, and that the most meaningful results are those that we can measure so that we can learn, and that this is really hard work, thinking for the whole week. We want to thank people who came for our feedback. We especially want to thank all of you who stayed back to care for patients so we could have this time to focus and improve things. We want to thank the sponsors and leadership for making this happen. And we pre-thank all of you for your support and helping the 30-day implementation. So roll up your sleeves and wash your hands, of course, and get ready.
So without further comment, I'd like to invite the sponsor for final comments. Komið sæl. Alice heiti ég og framkvæmdastjóri lyflækningasviðs og annar umsjónaraðili þessa hóps og ég vil kannski bara byrja á að ítreka þetta sem hann var að segja, að þakkir til allra. Ekki bara Chris og hópurinn sem vann þetta, heldur þið öll sem voruð að vinna á deildum, þeir sem komu að verkefninu, það var fullt af fólki sem kom hér og skoðaði og við fengum ráðgjöf og álit og fullt af fólki var jákvætt, margir komu með athugasemdir sem við gátum tekið inn í okkar vinnu og það skiptir allt rosalega miklu máli af því að þetta vinna sem við erum að vinna hérna fyrir okkur öll. Þetta ekki einhver vinna sem á að fara fram á þessari einu viku og það bara þessi hópur sem veit þetta. Okkar hugmynd að dreifa þessu sem við höfum lært til ykkar allra og þannig við getum öll unnið að þessu í sameiningu. Þessi vika búin að vera afskaplega skemmtileg og mjög lærdómsrík og ég held að ég tali nú fyrir hönd hópsins þegar ég segi að kannski augu okkar hafi opnast pínu fyrir því að það hægt að bæta rosalega margt og bara við gefum okkur smá tíma, víkjum örlítið út frá vananum og förum að kafa pínlítið ofan í vinnuferlan okkar, að þá sjáum við að það margt hægt að gera og þetta pínlítið eins og að skiptum linsu. Við bara förum að horfa örlítið öðruvísi á hlutina en við gerum. Og við vitum það sem höfum unnið hérna lengi að við verðum rosalega föst í vanan. Ég held að þið með alveg kinka kolli sem kannast við þetta. Við bara gerum hlutina eins og þeir hafa alltaf virkað og við gerum það bara þannig. Svo kemur nýtt fólk, unglæknar, hjúkrunarfræðingar og þeir segja, býttu, af hverju að gera þetta svona? Þetta hefur bara alltaf verið gert svona. Þannig að við erum svolítið föst þar. Þegar við förum í svona vinnu sem við gerum hér, þá förum við og við neyðumst til að kafa ofan í þetta og við erum með Chris hérna til að spyrja spurninga og segja, býttu, ekki hægt að gera þetta öðruvísi, ekki hægt að gera þetta hraðar, ekki hægt að, og þá þurfum við að fara að nota okkur kollin. Og ég held við höfum svo sannarlega gert það þessa vikuna og það hefur skilað alveg helling á hugmyndum sem við höfum eftir að koma vonandi af stað. Og þannig að, en okkur í þessum hóp, okkur langar að biðja ykkur að vera pínlítið með okkur í þessu, að vera tilbúin að fara í breytingar. Það bara pínu í okkar eðli að vilja ekki fara í breytingar, vilja vera í rútínunni sem við þekkjum. Og til þess að breyta, til þess að gera þessu, til að ná fram þessum svona punktum sem við vorum að koma með, þá þurfum við að fara út fyrir ramman okkar. Við þurfum að vera tilbúin að hugsa hlutina upp á nýtt. Og sumir mjög erfitt með þetta, öðrum finnst þetta frábært og eru alveg tilbúnir. En ég ætla bara að biðja ykkur að skoða hvort að þið séu ekki tilbúinir að koma með ykkur og hvort þið getið talað við fólkið ykkar á deildunum. Ég alveg viss að einhverju hugsa að þetta bara eitthvað verkefni sem var unnið á bráðamóttökunni, ég vinn ekki það, ég þarf ekki að hugsa þetta. En það snýst akkurat ekki það. Þetta snýst einhvers staðar þurfum við að byrja, en síðan þurfum við að yfirfæra þetta yfir á allar aðrar deildir, allt annað starf sem við erum að gera. Þannig að þið þurfum að hugsa, býttu, það sem við erum að vinna hér, eru punktar þarna sem ég get tekið með á mína deild og skoðað. Og það ekki nóg að einhver einn aðri gera það, eða einhver einn starfstétt. Við þurfum að fá alla með okkur því þetta samvinna. Með gagnrýnum augum, nýjum hugmyndum, góðri samvinnu og þess af jákvæðni, þá getum við áorkað margt saman og sem getur leitt til umbóta, ekki bara fyrir sjúklingan okkar sem eru vissulega fókuspunkturinn okkar, heldur líka fyrir starfsfólki okkar. Og við fáum mjög oft að heyra að ég hef ekki tíma, það svo mikið að gera, ég hef ekki tíma til að gera breytingar, ég hef ekki tíma til að fara í alla þessa vinnu sem þarf að vinna. En til að spara tíma þarf að taka tíma. Og við sjáum það yfirleitt alltaf. Ef ég tek smá tíma til að skoða hlutunum upp á nýtt, þá getum við gert ferlana öðruvísi, þannig að vinnan verður ekki eins erfið. Og ég ætla að vona þið að við fengið það út frá þessum fyrirlestri í dag, að sjá, við tókum ótrúlega flókin einhvern veginn feril og við gerðum hann, allan á blaði mun einfaldri og ég vona við getum gert það í verki líka. Þetta verkefni hvergi nærri búið. Næstu 12 vikurnar ætlum við að koma fram með ýmsar hugmyndir, setja þær í framkvæmd og prófa þær og bara eins og ég hef sagt, við gerum þetta ekki ein, við þurfum að fá alla með okkur í þetta verk. Og ef að við fáum ekki samvinnu, þá komumst við ekki að þessu undirbúningsstígi. Við erum raun og veru bara á undirbúningsstíginu og þannig að við þurfum
að fá alla með til að við komumst þaðan. Allar ábendingar eru að sjálfsögðu vel þegnar. Þetta bara prufa. Kannski þurfum við að breyta þessu helling, kannski þurfum við að breyta þessu pínu, kannski þurfum við að bæta einhverju við. Þannig að komið með athugasemdir. Komið með það sem vel gert, komið með það sem má gera betur. Og ég vil kannski bara vísa á bæði Gunnar Þór og Pálma, þannig að sendið þeim athugasemdir, þannig að það fari bara allar á þá staði. Last but not least, we want to thank Chris for his help and guidance. It's amazing to see his enthusiasm about this project, and we look forward to working with him again, you again, hopefully soon. Munið til að breyta hlutum, þurfum að hætta að tala og hugsa og byrja að gera. Og það bara vona ég við getum gert saman. Thank you.